Gunnar Pálmi fær 300 fyrir lengdina og 40 refsistig, 260 alls og komið 530 eftir 3 þrautir. Og Hrólfur, hann var í forystunni hérna, en hann fær ekki nema 170 stig. Og þá er það Hallgrímur sem verði í síðasta sætið áðan. Hann gerir sér lítið fyrir og fer hér alla leið, skýst þar með upp í 3. sætið, fikk 250 stig fyrir þrautina. Gunnar Guðmundsson, augnabliks hyggst í vélinni hjá honum og hann tapar hraða og það er það sem hann þurfti til þess að fara hér upp á. En Gunnar fær aðeins 180 stig út úr þessari þraut. Gunnar Pálmi kom með forystuna, er komið með 60 stig á forskot á Rafn Arnar Guðjónsson. Hallgrímur komin upp í 3. sæti með 460 stig, 10 stigum á eftir Rafni og með 10 stig á forskot á aðra keppendur. 4. þraut og hún reyndist sérútbúnaflokknum svolítið erfið og ekki síður götubílaflokknum. Þeir komist ekki upp á öxlina hérna. Þeir hafa ekki jafn mikið grip eins og sérútbúni flokkurinn. Þeir eru ekki með heimild til þess að nota jafn öflug dekk eins og hinnir og hér eru keppendur að fá þetta 60 stig til 90. Gunnar Pálmi fær hér flest stigin. Hann fær 90 stig út úr þessari þraut sem á Hallgrímur Ævarsson og staðan þá orðin þannig að Hallgrímur er komin upp í annað sætið með 550 stig á móti 620 stigum Gunnars Pálma Péturssonar. Hrólfur Borgarsson komið niður í 5. sætið úr 1. sætinu og við förum í 7. og næst síðustu þraut og hér er það Hallgrímur Ævarsson sem fer fyrstur af stað og leiðin liggur sem fyrr eins og þeir sem sáu síðasta þátt þar sem fjalla verið sérútbúnaflokkin upp á öxlunum og yfir má keyra á bakkanum eða fara alveg á bakvið. Nú er að sjá hvað Hallgrímur gerir. Hann er lengi vel í öðru sæti, fellur hérna niður í 3. sæti þar sem hann fær ekki með 150 stig út úr þessari þraut. Það er Gunnar Guðmundsson. Hann fær 100 stig fyrir þessa hæð og enga refsingu. Já, það vantar grip, kraft, hraða. Það er Rafn Arnar. Það er sömu sögu að segja honum, það vantar hérna hraðan. Hann bjargar sig nú frá því að fara aftur fyrir sérna með því að finna bakkirinn. Það var Gunnar Pálmi. Var komið með gott forskot fyrir þessa þraut með 840 stig á móti 660 stigum Hallgríms Ævarsson og Rafn Arnars. Og nú er bara að fara alla leiðina upp Gunnar Pálmi og þá ertu með þetta alveg gulltryggt. En það gerir hann ekki og hann fær ekki nema 190 stig hérna út úr þessari þraut. Í staði þess að ná svona 260 stigum ef hann hefði farið alla leið þar sem hann var komið 40 refsistig. Og Hrólfur Borgarsson var á tímabili í forystunni hérna eftir 1. og 2. leið en datt niður í næst síðasta sætið í 4. þraut. Og með því að fara hérna nánast alla leiðina upp og reyndar alla leiðina upp að þá er hann komin upp í annað sætið fyrir síðustu þraut sem er tímaþraut. Gunnar Pálmi með 1030 stig, Hrólfur Borgarsson með 875 og Hallgrímur Ævarsson með 810. Þannig að þetta á að vera nokkuð öruggt fyrir Gunnar Pálmi ef ekkert kemur fyrir. Og hér kemur fyrstur Gunnar Guðmundsson í tímaþrautinni sem að hófst í þessum polli og Gunnar Guðmundsson fór ekki nema 20% af brautinni. Rafn Arnarsson fór alla brautina á 2:18 og fekk 220 stig út úr þrautinni. Og Hrólfur Borgarsson hann kláraði þrautina á 2 mínútum og 48 sekúndum. Þetta er mjög langur tími miðað við tíman í sérútbúnaflokknum sem var rétt rúm 1 mínúta ef ég man rétt. Nú Gunnar Pálmi fór ekki nema 20% af brautinni rétt eins og Gunnar Guðmundsson satt fastur í pollinum og þar með áttu Hrólfur Borgarsson og Hallgrímur Ævarsson alla möguleika á því að komast upp fyrir hann. Og Hrólfur Borgarsson er nú þegar komin upp fyrir Gunnar Pálma, er með 1085 stig á móti 1080 stigum Gunnars Pálma. Þannig að það sem að Hallgrímur þarf að gera hér, hann þarf að klára brautina, hann þarf að ná betri tíma heldur en Hrólfur Borgarsson og þá læðist hann upp fyrir þá báða tvo sem og hann gerði þrátt fyrir þessar gangtruflanir. Hann gerði að vísu 3 tilraunir við síðustu brekkuna en má samkvæmt reglum aðeins gera 2 en slapp með það. Fékk 1100 stig en ekki 1030 út úr keppninni og stóð uppi sem sigurvegari, er á sínu fyrsta ári í torfærinni, frábær árangur í honum. Nú þá skulum við aðeins spjalla við Gísla Gunnar Jónsson. Þetta viðtal er tekið fyrir aðra umferð þar sem að Gísli hefði gert miklar breytingar á jeppanum. Hann hafði lækkað hann og smíðað nýja grind í hann.
Gísli Gunnar Jónsson var Íslandsmeistari 93, lenti í öðru sæti 94, 95 og 96 og hefur jafnan verið með efstu mönnum sem og núna eftir 3 umferðir. En staðan þannig að Haraldur Pétursson í fyrsta sæti, Gísli Gunnar Jónsson í öðru sæti og Einar Gunnlaugsson í því 3. og þannig hefur staðan reyndar verið undanfarin ár þegar að keppnistímabil hefur verið hálfnað. 2 umferðir eru eftir, næsta umferð fyrir fram á Akranesi á laugardaginn kemur og hefst keppni klukkan 1 og það eins víst að Einar Gunnlaugsson ætli sér stóra hluti þar, ekki síður en Haraldur Pétursson sem á kannski ekki á brettan að sækja það sem hann í forystunni en spjöllum lítilega við Gísla. Gengur talsvert mikið hérna á rétt áður en að keppni hefst, hvað að gerast? Við erum að laga hérna sæti fyrir loftbúðan. Það skekktist aðeins, kom bara ljós núna. Varst það reynslu að aka bílnum eftir þessar breytingar sem að þú hefur verið að gera á honum í fyrsta skipti núna í morgun? Já. Og kom þessi bílum þá í ljós? Já, hún kom eiginlega í ljós bara hérna, strax í morgun. Þetta er ekki bílun sko, þetta sjálfstöður allt í lagi. Við viljum bara hafa þetta í lagi samt, betra lagi heldur en. Þessar breytingar sem þú hefur gert á bílnum, hvaða þýðingar hafa þær? Ég er að reyna að geta, þetta er spurningin að kljást við hærri börð. Þannig að maður prjónir síður yfir sig. Ég er búinn að lækka hann svolítið þyngdarpunktinn í honum. Þannig að þetta ætti að koma sér vel hér í dag? Já, og svo fjadrar hann mun betur sko, svona mýkri allur. Geta keyrt hraðar. Það pröfa það núna fyrsta skiptið í tímabraut. Og við byrjum á tímabraut. Þér gekk illa í tímabrautinu á Akureyri. Hvað gerist núna? Það verður allavega mikið betra núna. Þetta var bara mistök á Akureyri. Það bilaði hjá mér og það gleymdist að pumpa í dekkinu á svo litt í dekkjunum allt í vesinni. Og það stóð ekki á orðunum, ekki heldur á gjörðunum því hann náði 10% betri tíma heldur en nokkur annar keppandi í tímaþrautinni. Frábær árangur hjá Gísla á nýsmíðum bíl. Hann var með forystuna þegar að síðasta þrautin hófst og hún var auðveld og auðveldasti hluti hennar var síðasti hluti hennar en þar satt Gísli fastur og hann tapaði. Þetta þýða hvað, 230? Hvað er það sem að gerðist þarna í lokinni á þér? Gerðist það bara, ég fylgreiknaði ferðina eða eitthvað og settist á kviðinn. Er það því að kenna að bíllinn á honum svona lágur hjá þér? Já, náttúrulega ef hann hefur verið hærri þá hefði hann hugsanlega farið upp en ef ég hef bara staðið aðeins meira á pinnunum aðeins fyrr þá hefði ég farið upp. Það er að læra aðeins inn á bílinn. Búið nýtt. Haraldur Pétursson, Gísli Gunnar Jónsson, Einar Gunnlaugsson, Gunnar Egilsson og Ásgeir Jamil Allansson ættu allir að leggja sig mjög vel fram á laugardaginn kemur eins og áhorfendur sem mæta á staðinn og styðja sína menn í keppninni Íslandsmeistaratitilinn í torfæraakstri í sérútbúna flokki en að sjálfsögðu verið keppt í götubílaflokki á sama stað á sama tíma. Keppnin hefst eins og áður sagði klukkan 1 á laugardaginn kemur og næst síðasta umferðin í Íslandsmótinu í torfæraakstri. Hún verður á dagskrá hjá okkur á þriðjudagskvöldið kemur og þangað til þá, bless bless. Motorsport á Stöð 2 í boði Toyota. Hér á Stöð 2 en þar ber einna hæst sýning á nýjum gamanmyndaflokki Borgarbragur á slaginu 10. En við hefjum kvöldagskrána með þætti motorsport. Motorsport á Stöð 2 í boði Toyota. Táknum gæði. Sonax bílabón. Mest selda bón á Íslandi. Og þeir að horfa þáttum Toyota Motorsport hér á Stöð 2. Það var hart barist helgina í 2 greinum akstursíþrótta, 4 flokkum. Við förum á Akranes og fylgjumst með BF Goodrich torfærinni, 4. og næst síðustu umferðinni og við förum á CL Rallycrossið, 3. umferð Íslandsmótsins fór fram á sunnudaginn var og keppt í rallycrossflokki og krónuflokki og svo sjáum við sérútbúnaflokkin í lok þáttarins. Ólafur Ingi Ólafsson er með forystuna í krónubílaflokki en getur einhver ógnað stöðu hans? Jú, þetta náttúrulega getur svona aðeins skipst upp.
Það náttúrulega stendur og fellir með því að bíla ekki. Ég held að það sé aðalatriði bara. Geta keyrt þétt í gegnum þetta og skila árangri. Og það er það sem er stefnir að í dag? Já, bara vinna þetta. Einfalt í dag. Já, hann byrjaði daginn vel, náði besta tímanum í tímatökum fyrir keppnina til þess að velja sér ástæði í fyrstu umferðinni og tók forystuna þar og náði besta tímanum sigraði á 4 mínútum og 22 sekúndum en þegar líða tók á keppnisdaginn þá fór að gera vart við sig bílanir hjá honum og í öðrum riðli varð hann að fara inn í viðgerðarhlið og síðar í keppninni að þá gekk enn og aftur líka illa. Með ráðsnúmer 15 er Davíð Jón Ríkharðsson og hann er hér að kljást við Sigurð Pálsson og þeir síðustu verða oft fyrstir í rallycrossinum þar sem að þeir Davíð og Sigurður lentu í árekstri að þá stakst einn keppandi framfyrir þá þarna, stakk sér eða framfyrir og það er ofta átök í ræsingunni. En hér er það Ásgeir M. Ásgeirsson og Davíð sem er að berjast. Davíð kemst hér framfyrir. Nú þá eru komin í úrslit í krónukrossflokknum og þarna sjáum við Ólaf Inga Ólafsson kjörran á ráslínu og leikar fóru hjá honum þannig að hann hafnaði í 7. sæti. Reið ekki feitum hesti frá þessari keppni en hér er það Páll Pálsson sem að nær forustunni. Á hæla honum kemur Ásgeir M. Ásgeirsson og síðan Sigurður Óli Gunnarsson á Toyota Starlet. Sigurður Óli hefur einnig keppt í rally á þessu ári og gengið prýðilega. Og hann kepp á þessum Toyota Starlet sem er í 3. sæti þarna í nokkur ár. En Páll Pálsson tekur hér örugga forystu og bætir við hana. Ásgeir M. Ásgeirsson er öruggur með annað sætið. Það lengdist bilið á milli þeirra tveggja allan tíman sem ekki var í úrslitum. Sigurður Óli var nokkuð öruggur með 3. sætið en þá kemur Davíð Jón Ríkharðsson þar á eftir og Svanur Þór Brandsson. Þess maður geta að Páll Pálsson lenti í öðru sæti í Íslandsmótinu í fyrra. Fekk engin stig í fyrstu umferð Íslandsmótsins í ár sökum þess að það bilaði hjá honum í fyrsta riðli. En sigraði í annar umferð 7. júní og endurtók leikinn hér og er nú komið með 40 stig í Íslandsmótinu en Ólafur Ingi Ólafsson er með 48 stig þannig að hann heldur forystunni. Þó eru reglur þannig í rallycrossinu að menn geta hent út lélegustu keppninni sinni og samkvæmt því er Páll Pálsson með fullt úr stiga, 40 stig úr 2 sigrum og síðan getur hent keppninni það sem hann náði ekki neinum árangri. Ásgeir Ásgeirsson er í 3. sæti, tvisvar orðið í öðru sæti í keppni og er með 34 stig. En hér takast á Davíð Jón Ríkharðsson og Hilmar B. Þráinsson. Og Hilmar ætlaði að freista þess að komast framfyrir Davíð en missir í staðinn Svan Þór Brandsson framfyrir sig og síðan voru krónubílarnir settir á sölu en litlar breytingar eru á eignar aðild að þessum bílum en þeir eru til sölu á 150.000 krónur eftir hverja keppni. Það er fyrstu 10 bílarnir. Páll Pálsson sigraði Ásgeir Ásgeirsson í öðru sæti og Sigurður Óli Gunnarsson í 3. sæti en Ólafur Ingi Ólafsson er efstur í Íslandsmótinu með 48 stig á meðan Páll er með 40 stig. Ásgeir Örn Rúnarsson er efstur í rallyflokki en getur einhver ógnað honum? Já, þeir eru 2 þarna sem að standa mér nokkuð nálægt, Sæmundur og Högni er þarna líka þarna rétt á eftir mér og jú, það má víst ekkert bregða út af. Það þarf ekki nema 1 lítið atriði og þá var maður dottinn út. Hér erum við komin í fyrstu umferðina og það er Ásgeir Örn Rúnarsson sem tekur hér loftköst og gerir aðför að myndatökumanni okkar Ólafi Guðmundsssyni en hann slapp sem betur fyrr en Ásgeir Örn Rúnarsson lendir hér í samstöðu við Sæmund Sæmundsson og fram- og afturdekk, framdekk hjá Sæmundi og afturdekk hjá Ásgeiri lenda saman og því fer Ásgeir svona harkalega upp í loftið og þeir eru komnir yfir þá línu sem afmarkar það hvenar þeir mega ekki færa sig set og Ásgeir Örn vil meina það að Sæmundur hafi stukkað við honum en þetta er nú eiginlega bara alveg eðlilegur hlutur. Það mætti kannski frekar spyrja sig að því hvort að þessi 2 bílar eru rétt búnir, hvort að dekkin standa út yfir yfirbygginguna en það er nákvæmlega það sem að gerist hér. Gúmmí bítur sig fast í gúmmí og því kastast bílinn svona upp í loftið hjá Ásgeiri Erni Rúnarsssyni og hann missir stjórnina, missir loftið úr hinu afturhjólinu
og síðan bognaði hjá honum stífa sem hann gæti ekki skipt og hann varð að hætta keppni þarna. Hann kærði þessa aðför að sér, kæran var ekki til greina og hann hefur áfrýjað þannig að úrslit liggja ekki endanlega fyrir. En mitt persónlega mat það að það verði ekki tekin sú ákvörðun að refsa Sæmundi fyrir eitthvað brot þarna og ég gerir ráð fyrir að þessi úrslit standi. Ásgeir Örn hefur haft algjörða yfirburði í rallycrossinu á þessu ári en að honum fjarstöddum að þá var hörku barátta og hér á ofurlautinni gulu Guðni Þorbjörnsson en á undan honum Ellert Kári Alexandersson á Ford Mustang og þeir berjast hér hattramlega í annar umferð á já, sjáu þið þetta? Guðni kominn fram úr, Ásgeir gerði þarna mistök þegar hann fór í þessa beygju og síðan gerist það hjá Guðna að hann verður fyrir því að bíllinn gengur ekki rétt og hann varð að hætta keppni þarna en við erum komin hér í úrslitin og það eru Sæmundur og Ellert sem að berjast hérna fyrsta sætið og fast að hæla þeim kemur Högni Gunnarsson og á Citroen AX Sverrir M. Ingjaldsson og kemur Óskar Birgisson þarna síðastur en það eru Ellert og Sæmundur sem að takast hér á og það er ekki að sjá annað en að Sæmundur fari örlítið hraðar yfir, allavega Ásgeir ekkert að fjarlægast og hér missir hann of langt til vinstri og setna fá bílinn beinan til þess að geta notað aflið og hann missir Sæmund fram fyrir sig. Það sem Sæmundur búinn að vera í stuðarunum hjá Ellert allan tíman að það má gera ráð fyrir því að nú geti hann sótt og aukið bílið. En það nú aldeilis ekki svo. Nú það Ellert sem að sækir og Sæmundur sem að verja sitt pláss. Og Ellert sækir að hann ætlast til þess að Sæmundur gerir mistök en það Ellert sem gerir mistök, krækir hér í dekk sem afmarkar brautina og fer eitt hring og fór ekki lengra í þessum úrslitum en hafnaði þó í 5. sæti. Þannig að Sæmundur var öruggur hér með 1. sæti og hver kemur á eftir honum? Jú, engin annar en Sverrir Ingjaldsson á Citroen AX og hann mætir í þær keppnir sem hann mætir í með bílinn á númerum og ljósin ný og hann tekur þið síðan út en hérna ætlaði Högni að fara fram úr Óskari Birgisinni en það gult flagg þar sem Ellert stopp og því má Högni ekki fara framfyrir og hann verður að láta sér nægja 4. sæti að þessu sinni. Sæmundur Sæmundsson í 1. sæti, Sverrir Ingjaldsson í öðru og Óskar Birgisson í því 3. og staðan í Íslandsmótinu þennan Sæmundur með 47 stig í þessum flokki, Ásgeir Örn og Högni með 40. Götubílaflokkurinn, það voru 6 keppendur sem áttu möguleika á Íslandsmeistaratitli í þessum flokki. Þeir Hrólfur á Borgarsson sem við sáum þarna fyrstan, Rafnar Arnar Guðjónsson og Árni Pálsson. Árni Pálsson annar má segja því að hann hefur leitt hvað eftir annað. Nú ekki má gleyma Íslandsmeistaranum frá í fyrra Gunnari Pálma Pétursinni og síðan hér kominn Hallgrímur Ævarsson og Íslandsmeistarinn frá 1995 Gunnar Guðmundsson. Allir þessi 6 áttu möguleika en Rafnar Arnar Guðjónsson misti úr nokkuð mörg stig í einni þraut hér í 7. þraut. Fekk 0 stig þar og misti þar með að möguleikunum á því að taka þátt í slagnum um Íslandsmeistaratitilinn. Og sama gerðist hjá Hrólfi á Borgarsinni. Hann velti illa í 7. þraut og eins og sjá má þá snýr annan afturdekki ekki rétt og hann var þarna að hætta keppni. Þannig að þeir tveir lentu í 5. og 7. sæti í keppninni á laugardaginn var, BF Goodrich torfærunni. Svo að lokinni þessari umferð, 4. og næst síðustu umferðinni, eru 4 sem eiga möguleika á Íslandsmeistaratitli í flokki sérútbúinna götujeppa. Og við ætlum að renna yfir það hvernig úrslit urðu þarna og hvers vegna staðan í Íslandsmótinu eins og hún og af hverju menn eiga möguleika. Hér kominn Árni Pálsson, hann var lengst af í 1. sæti í 1. umferðinni og 2. umferðinni en í 3. umferðinni á Egilsstöðum að þá velti hann þrisvar í fyrstu 4 þrautunum og var síðan að hætta keppni. Hér hann í 1. þraut og hann fer alla leið. Glæsilega gert en fær 75 refsistig fyrir að taka niður dekk. Þá það Gunnar Pálmi Pétursson.
hann stoppar hérna og fær því ekki nema 220 stig fyrir lengdina, 40 refsistig, 180 stig fekk hann út úr þessari þraut. Þá er Hallgrímur Ævarsson, hann drepur á hér og skilur ekki hvað að gerast og fór ekki lengra en þetta, en Hallgrímur fekk 110 stig fyrir þessa þraut. Gunnar Guðmundsson byrjaði miklum hliðarhalla þessi braut, en síðan átti að fara hérna upp til vinstri á milli dekkjana, en það gerir Gunnar ekki. Hann fer fram hjá undanhliðinu og fær því ekki nema 210 stig og er í öðru sæti. Gunnar Pálmi Pétursson í 3., Rafn Arnar í 4. og Hallgrímur Ævarsson er í 5. sæti eftir fyrstu þraut í þessari torfæru. Þraut nr. 2. Árni Pálsson fer fyrstur. Já, nei. Hann vantaði hér að hann héldi svolítið ákveðið áfram. Hann fær 220 stig fyrir þrautina og Gunnar Pálmi fær 200 stig, komið 380. Þá er það Hallgrímur Ævarsson og hann hittir ekki á endaleiði, fær ekki nema 230 stig. Hann var bara 10 cm frá því. Gunnar Guðmundsson. Já, hann fer í gegnum endahliðið og Gunnar Guðmundsson fekk hér 275 stig. Gunnar hefur þá tekið forystuna með 485, 40 stigum á undan Árna Pálssyni eftir 2 þrautir. Gunnar Pálmi er í 3. sæti og Rafn Arnar er enn í 4. ásamt Hallgrími Ævarsinni. Og í 3. braut fengu allir 190 stig, þannig að staðan var óbreytt en stigatalan hækkaði. Gunnar Guðmundsson kom með 675 stig og Árni Pálsson 635. Munar enn 40 stigum á hann og við förum í 4. braut. Og hér hikar Gunni eða vantar afl. Gunnar Pálmi, hann missir hér afl og fær ekki nema 140 stig út úr þessari braut. Það var Hallgrímur Ævarsson. Já, það vantar kannski hraðan hérna en hann fær 180 stig. Komið 710 eins og Gunnar Pálmi. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Það er 20 stig mínus fyrir þetta dekk. Og alla leiðina upp á og fær 270 stig. Og leggur línuna fyrir aðra keppendur. Þetta er spurningin að halda bara áfram, halda hraðanum, ekki að hika. Þá er það Árni. Og Árni fer upp á og tapar 25 stigum en Gunni tapar 30, þannig að munurinn minnkar 5 stig á milli þeirra. Er nú 35 stig en ekki 40. Og 5. þraut, Hallgrímur Ævarsson. Hallgrímur situr enn í 5. sæti, var með 710 stig fyrir þessa braut og hann fær hér 220 stig. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Hann náði þarna í eina refsingu upp á 20 stig og villi síðan að leið. Hann er öfugmegin við þennan hól sem hann er núna á bakvið. Hann hefði átt að koma hingað og hann fær ekki nema 130 stig út úr brautinni, er með 1075. Og þá á Árni Pálsson alla möguleika á komast upp fyrir hann. Já, það gerir hann, hann er komin lengra hérna. Og hann fær 220 stig, komið 1130. Gunnar Pálmi. Hann er óheppinn hérna, bílinn snýst hjá honum þegar hann er á afturhjólunum. Og hann fær því ekki 130 stig, 200 stig ætlaði að segja út úr þessari þraut, en ekki 220 eins og Árni Pálsson. Árni Pálsson er efstur með 1135 stig, kominn með 55 stig að forskota Gunnar Guðmundsson og 3 þrautir eftir. Og Gunnar Guðmundsson fer fyrstur hérna og hann fer ekki langt. Gunnar fær ekki nema 120 stig hérna og þá er það Árni. Já, hann fer hátt en hann fer líka harkalega niður og hann fer reyndar svo harkalega niður að veltibúrið skemmist hjá honum. Það gerist þegar að bíllinn lendir í 3. sinn á toppnum, annað og hér í 3. sinn þá bygglast veltibúrið og af öryggisástæðum þá fekk hann ekki vera með áfram. Það kom með 1360 stig á móti 1195 stigum hjá Gunnari Guðmundsssyni. Stóð með Pálmann í höndunum þegar að 2 tímabrautir voru eftir. Og það voru tiltölulega litlar hindranir í þessum tímabrautum þannig að Árni Pálsson átti auðveldan eftirleik hér, hefði maður haldið, en því miður. En er þetta ekki svekkjandi? Jú, ekki nú ekki neitt en maður er orðinn vanur. Mikla skemmdir á bílum eftir þetta? Nei, það er veltibúr eins og það leggur þessi skástífa fram hann, öxull. Þú er ekkert meitt á þessu? Nei,
Ég fekk eitthvað höfuðhögg en sem betur fyrir eitthvað lítið í honum, þannig skeið ekki. Það er Gunnar Pálmi Pétursson í sömu þraut en Gunnar fær hér 200 stig. Og þá er það Hallgrímur. Gunnar Guðmundsson fekk aðeins 120 stig. Þannig að allt í einu er svo staða uppi að hver sem getur sigrað í keppni þar sem Árni er úti. En það var Gunnar Guðmundsson sem gerði það með glæsibrag, hlaut 1705 stig á móti 1660 stigum. Ekki frá Gunnari Pálma Pétursinni, heldur Hallgrími Ævarsinni sem lenti í öðru sæti. Árni Pálsson lenti í 4. sæti og þetta þýðir það að þessir fjórir eiga nú möguleika á Íslandsmeistaratitli. En það er ekki þrautalaust, Árni Pálsson og Hallgrímur Ævarsson verða báðir að sigra í keppninni og fyrir Árna Pálsson verður Gunnar Guðmundsson að lenda í 4. sæti og Gunnar Pálmi í 3. eða neðar. Fyrir Hallgrím Ævarsson verður Gunnar Guðmundsson að lenda í 4. sæti, skiptir ekki máli hvar Gunnar Pálmi lendir. Og Gunnar Pálmi verður að lenda í 1. eða öðru sæti og þá verður Gunni Guðmunds að lenda í 4. sæti. En Gunnar Guðmundsson sem var þarna efstur á blaði þarf 1. sæti á móti Gunnari Pálma, 3. á móti Hallgrími og 3. á móti Árna Pálssyni. En þá yfir í sérútbúna flokkinn og þar voru 17 keppendur skráðir til leiks og slagurinn mikill, atgangurinn mikill. Hver smíðaði bílinn fyrir þig? Pabbi. Og hann mætir alltaf með réttu auglýsingarnar á bílnum. Einlægur aðdáandi Gísla Gunnars Jónssonar. Ég hitti keppendur, helstu keppendur, toppkeppendur fyrir keppnina og spurði þá það hver myndi nú sigra í þessari keppni, baða um að spá. Síðan hitti ég Val Vífilsson sem er alþekktur kvartmýlingur og þulur á rallycross-keppnum og torfærukeppnum. Já, ekki nema kannski bara 1. sætið, ég ætla mér að vera í því. Ég hef ekki neina yfirlýsingar fyrir þetta búið. Fæst torf er mjög stábyrðið sem maður segir. Já, nei, ég spá ekki þetta. Bara 1. Það er erfitt að segja. Ég hugsa svona Halli verðin hann ofalega og Einar líka. Svo eru náttúrulega hinir strákanir, þeir eru allt og góðir. Viltu spá fyrir úrslit í fullri alvöru? Hjá þessum drengjum, þeir náttúrulega, ég held að þessi sömu verði náttúrulega í toppbaráttunni, sko. Persónulega, ef ég kemst upp í 7. og 7. sæti, þá er ég mjög ánægður. Það er svona það sem maður stefnir á, ekki að skemma neitt. Hver lendir í 1. sæti í dag? Er ekki komið Gísla? Ég veit það ekki, jú, sennilega. Af hverju heldur að Gísli sigri? Hann hefur rosalega baráttuvilja, hann langar svo rosalega að vinna. Hann vill vinna. Held ég meira en flestir aðrir. Og þú heldur hann gangi ekkert yfir strikið í þeim vilja sínum? Já, það er hættan, jú, reyndar. Hann er baráttumaður, það er virkilega skemmtilegu keppandi. Það eru fleiri. Sigurður Axelsson var einn þeirra sem átti möguleika á Íslandsmeistaratitli og hann var þar að segja möguleikinn allt fram í næstsíðustu þraut sem var tímabraut. Þá gerist þetta. Sigurður kom illa niður og fekk talsverðan hnykk á bakið og fór niður á sjúkrahús á Akranesi í rannsókn. En hann reyndist vera í lagi, þetta var aðeins vera í torfnum. Ingimar Björnsson sem kemur úr Vík í Mýrdal er vaxandi torfæruökumaður. Hann hefur farið hægt og hljótt þangað til upp á síðkastið og hann hefur verið að bæta sig sífellt. Hér í 5. þraut þá lemur hann í stýrið sökum þess að hann misti framdrifið út og þetta tvennt, það að bílinn bilaði, hann tapaði 60 stigum í fyrri þrautinu og síðan 60 stigum í þessari þraut á því að þurfa að fara aftur fyrir. Gerði það verkum að hann lenti ekki nógu ofarlega í þessari keppni til þess að eiga möguleika á Íslandsmeistaratitli. Þetta er að vera gróta. Ásgeir Jamil Allansson átti líka möguleika og hann fór nákvæmlega sömu leið og Ingimar Björnsson í 5. þraut. Sem er drif á öllum en stoppaði hér og þarna voru aðrir keppendur að fá 300 stig og til þess að kóróna þetta að þá mista hann undan hægra afturhjólið í næstsíðustu þraut sem var tímabraut og fekk ekki mörg